2011 í fyrra sem sagt að það komu til mín 2 ungir menn sem að reka í dag Laundromat Café við Austurstræti og spurði hvort ég hefði áhuga á að opna hamborgarabúðina í London. Nú ég fór með þeim í vettvangsrannsókn í 3 daga og þar skoðuðum við meira og minna alla hamborgarastaði sem okkur datt í hug að væri þess virði að skoða í London á 3 dögum og borðuðum saman eina 25 hamborgara og komumst að þeirri niðurstöðu að hamborgarabúðin ætti erindi á breskan markað, við getum sagt það. Og svo fundum við húsnæði í Marylebone hverfinu í Mayfair og sem okkur bauðst til þess að pröfa konseptið í 1,5 ár og þann stað opnuðum við í 8. ágúst á þessu ári og hann hefur gengið lyginni líkast. Nú, við höfum verið vandir að virðingu okkar í hráefniskaupum þannig að við höfum alltaf keypt dýrast og besta hráefni á hverjum tíma þannig að gæðin hafa verið til staðar og við höfum reynt að halda utan þau mjög gaumgæfilega og gefa góða þjónustu. Ásamt því að passa upp á stöðuleikann sem að kannski þegar uppi staðið er dýrmætasti þátturinn í rekstrinum að varan sé alltaf eins sem er mjög erfitt í veitingarekstri þegar verið er að elda matinn alltaf eftir hendinni fyrir hvern gest, cook to order eins og sagt á amerísku. En núna 3 mánuðum síðar þá er hamborgarabúðin í London sem er með 25 sætum. Hún er farin að selja 300–350 hamborgara meðaltal á dag sem er mjög gott miðað við stærð og við erum farin að leita í kringum okkur að opna fleiri staði. Þessi staði sem við rekum núna mun væntanlega loka við mitt næsta ár af því að húsnæðið þá breyta húsnæðinu og við vissum það fyrirfram en við erum sem sagt orðin fullvissir það að okkur er óhætt að halda á stað og halda áfram og opna fleiri staði og jafnvel fleiri en einn. Þess vegna við erum bjartsýnir á að þetta muni ganga og jafnvel stendur til að opna í Kaupmannahöfn mitt ár næsta ári og það hefur verið að skoða fleiri lönd, Þýskaland, Noreg og svo eitthvað sem nefnt. En Tóma hamborgarar eða hamborgarabúð Tómasar á fullt erindi á erlendan markað ef að haldið er utan hráefni, þjónustu og stöðugleika.